Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum. Arctic Opera hópur, nýstofnaður hópur sem ætla meðal annars að standa fyrir tónleikum í Lóni á morgun og ég fengi fulltrúa frá þeim til mín, verið velkomin. Takk fyrir. Arctic Opera, við byrjum á því, hvers konar fyrirbæri þetta? Þetta var svona hugmynd sem að við nokkur saman hérna ákveðum að koma að hrinda fram. Það eru margir klassískt menntaðir söngvarar hérna í bænum og hérna okkur fannst vanta meira svona eitthvað meira, já, svona tækifæri og eitthvað svona grundvöll fyrir okkur að koma fram. Já, því að það er kannski ekki mikið fyrir fólk sem er menntaðir sem óperusöngvarar. Það var kannski ekki mjög mikið að gera hérna í bænum. Nei. Þannig að okkur langaði svona eins að hérna koma okkur á framfæri. Þið mörg? Við erum þó nokkuð mörg. Ég nú bara ekki tekið síðustu tölu. Það er búið að bætast svolítið inn í hópinn. En flest erum við hérna núverandi, fyrrverandi nemendur Michaels Jóns Clark og hann er nú svona... Hann hefur svona leiðbendi á sjálfsagt flestum. Þarna hefur verið okkar kennari og einn Daniel Þorsteinsson hjá tónlistarskólanum. Við erum nú flest menntuð á tónlistarskólanum Akureyri. Ég söng nú í óperu með honum einu sinni. Vissu þið það? Nei. Skemmtilegt innskott. Þú gæti kannski komið inn í hópinn sem gestasöngur. Já. Í brúðkaupi Fígarós. Já. Það er skemmtilegt innskott. Þetta snýst nú reyndar ekki mig, en mér finnst það bara svona skemmtileg minning. Michael Jón er náttúrulega frábær og búinn að vera lengi í þessum bransa hér. Já. Og mikill hugsunarmaður þegar kemur að þessu. Já, og bara ástríðufullur. Algjörlega. Það er það sem að kveikir á öllu í listum. Já, hann sagði við mig bara þegar ég var búinn að vera í námi hjá honum í nokkra vikur. Þá sagði hann bara við mig að settist hann niður með mér og sagði mér við ákveðum bara hér núna, annarkvort ætlar að vera bestur eða við hættum þessu. Já. Það var engin pressa hjá honum. En þetta er samt svo frábært hugafar. Einhvern tímann töluðum við nú það, ég sá heimildamyndina með Óla Stef. Bara það er alveg sama hvað það gera það eins og tjamp. Já. Og þetta er bara, þetta er svolítið skemmtilegt að hafa þetta á baku einu. Já, það er frábært. Gerði þetta bara alvöru, alveg sama hvað það er. Við erum náttúrulega að tala líka mjög sérstaka rödd hér, sko. Já. Við erum öll frábær náttúrulega, en þetta er náttúrulega, þessi er sér á báti. Það er bara þannig. Það er verðt að koma að hlusta á hann sérstaklega maður fer bara hjá sér. Já, róðnar bara hérna í stólunum. Þess vegna náttúrulega sagði hérna mikið við hann að annarkvort ætlar að vera bestur eða bara hætta þessu. Og þegar við eða tími, þetta ætlar ekki að gera þetta almennilega. Nákvæmlega. Og ert að því? Ert að standa í stykkinu? Já, maður vonar það. Já. Það kemur í ljós. Segðu mig frá tónleikunum á morgun í Lóni. Þetta eru ítalskar aríur, íslensk sönglög. Það er bara svona sambland og hafa bara svona, þetta eru svona léttu nótum og skemmtilegt. Þetta er líka að hugsa það sem að við verðum þarna bara á staðinum að spjalla við fólkið og... Þú ætlum aðeins að kynna það sem við erum að gera og svona kannski að því að við höfum á tilfinningunni að fólk svona kannski sé ekki alveg inn í hérna svona klassískum... Nei, það sér kannski fyrir sér óperu sem eitthvað langt sem maður sofnar yfir. Já, einmitt. En það eru svo mörg skemmtileg lög úr einhverjum óperum sem að fólk þekkir. Já. Eins og? Ég menn, það er Sole Mio náttúrulega það sem allir þekkja, svona ítalskan aría, sko, svona, en hérna, það eru fleiri lög sem eru notuð oft maður hér í svona auglýsingum og sérstaklega kannski ítölskum pítsuauglýsingum. Já, það verður vandræðileg sambland að stundum, en virkar. Þá langar mann í pítsu. Já, ég veit, þetta er bara svona. En sem sagt, miðasala, húsið opnar og allar þessar praktísku auglýsingar? Já, við ætlum að opna húsið 19:30, annað kvöld, laugardaginn 5. mars og það er nú ekki pósi á staðnum, við erum ekki svo... Þetta eru fyrstu tónleikarnir af þessari tónleikaröð sem við ætlum að halda. Það er hraðbanki í hérna... Hrísalundi? Í Hrísalundi, það er stutt að fara. Já, nákvæmlega. Það kostar 2.000 krónur inn. En við erum með sérstakann afslátt fyrir kórfólk. Já, þú ert til dæmis gammalt skoðast í kórið, ekki? Já, virkar það? Þú getur reynt það. Ég verður að ræða bara við mig. Ég verður ekki með, maður það afslátt að ég var sko einu sinni í kór. Það er 1.000 krónur fyrir kórfélaga. Yndislegt. Þá bara segi ég góða skemmtun og njótið ykkar í botn. Heyrðu, bara takk fyrir. Takk. Og með þessu þá, og þessum nótum, þá ætlum við að slá loka tóninn í þennan þátt. Við sjáumst næsta föstudag, verið sæl og góða helgi.